Já, komið þið sæl. Ég heiti Jórunn Frímannsdóttir og borgarfulltrúi í Reykjavík og í dag, gaman að segja frá því, að í dag vorum við að samþykkja í stjórn Strætó BS og ekki bara í stjórn Strætó BS, heldur líka hjá SSH í stjórninni þar að endurfjármögnun á Strætó, fyrirtækinu Strætó og tryggja rekstur þess til næstu ára. Samhliða því þá samþykktum við að halda áfram með nemaverkefnið en nú mun að vísu verða svo breyting á að nemendur munu þurfa að greiða 15.000 krónur fyrir kortið alla 9 mánuðina en jafnframt verður boðið upp á annað kort og við munum útfæra þetta í samvinnu við stúdenta. Við erum búin að tryggja reksturinn sem sagt áfram án þess að þurfa að skerða frekar þjónustuna og samhliða vorum við líka að samþykkja í fyrsta skipti stefnumótun fyrir Strætó BS sem að öll sveitarfélögin standa að og inn í því ákveðin þjónustustefna sem mjög jákvætt að segja frá og hægt að skoða betur inn á strætó.is og lesa sér til. En það margt jákvætt að gerast í Reykjavík og ekki bara hjá Strætó. Við vorum hér núna helgina, borgarfulltrúar að tyrfa Lækjartorg og vorum að setja af stað Bjartu Reykjavík og í því felst að við erum að endurvekja, má segja, þessi gleymdu torg eins og Bakarabrekkuna, Mæðragarðinn. Hér verið að opna kaffihús í Hljómskálanum 17. júní. Ég segi hér vegna þess að ég stend hérna rétt hjá. En það margt jákvætt að gerast og borgarbúar hvattir til þess að fara inn á reykjavík.is. Það hægt að festa sér Bakarabrekkuna án kostnaðar en það þarf að skrá sig þá inn á vefnum okkar. Og ég vil bara hvetja borgarbúa til að taka þátt í þessu með okkur. Á bak við sirkus verður tyrt og þar verður í sumar svona flóamarkaðir eða markaðstorg og margt gaman og jákvætt að gerast hjá okkur hér.